Já, Íbúðalánasjóður er kannski eitt af svona stóru málum þessa vikuna fyrir utan umræðinu flottamannamálin og til þess að ræða Íbúðalánasjóður hingað komið Þór Sari fyrir þingmaður. Þú varst nú ekki þingmaður þegar þetta var samþykkt þessi lög. Nei, ég hafði ekki forframast það mikið. Nei, 2004, það varst ekki þingi. En ég var að vinna þá hjá einmitt Lánasýslu ríkisins sem var með ríkisábyrgðirnar og ég sá ríkisábyrgðirnar. Já. Og kom þetta mál til ykkar? Já, ég meina við að sjálfsögðu þurftum að senda inn umsagnir þetta þegar ljóst var hver stefnan átti að vera. Það er að segja að það átti að breyta þessu fyrirkomulagi skuldabréfa Íbúðalánasjóðs og það var alveg borðleggjandi leið og þær tillögur komið fram að það var komin þarna mikil áhætta í spilið vegna þess að bréfin sem átt að koma í staðinn þau voru ekki uppgreiðanleg. Og þetta var í rauninni þetta var þannig áhætta og það mikil áhætta. Það var mjög sérkennilegt að þetta skuli hafa verið sett fram með þessum hætti og Þetta rann í gegnum þingið bara með tildulega lítil umræðu, ég hefur verið að skoða það. Já, ég held að fólk hafi bara hvorki nefnt að skoða þetta niður að gera sig grein fyrir því hvað var í gangi almennilega. Pétur Blöndal benti það. Það voru nokkra umsagnir, Seðlabankanum og víðar. Jóhanna benti á þetta, en hún benti á svolítið svona margt, þannig að hún gerði þetta ekki að svona meginatriði. Já. Þessa áhættu sem það var verið að búa til. En maður náttúrulega velti alltaf fyrir sér bara þessi sjens sem að menn voru að taka þarna, hvort að þetta var hluti þá af einhverju stærra samhengi og samkomulagi sem að var búið að gera á bak við tjöldin. Að bankarnir kæmu þetta inn og þetta væri upphafi af því að Íbúðalánasjóður færi af þessu markaði. Já, ég held að það sé alveg vert að velta upp þeirri hugmynd líka vegna þess að menn gera ekki svona heimskulega hluti bara óviljandi. Ég held að það sé alveg útilokað en maður veit ekki hvað var á bak við þetta eða hvort að þetta var einfallega bara einhvers konar smádílar sem að þeir hjá Íbúðalánasjóði voru að gera og einhverjir fengu, það var náttúrulega Deutsche Bank sem að ráðlagði þetta og við bentum strax á að ef þeir ætlaðu að fara út í þessi skipti þá yrði það að vera bara fyrir mjög lítinn hluta af bréfunum og til þess að þeir hefðu alltaf borð fyrir báru. En það var ekkert hlustað á það og Deutsche Bank fekk náttúrulega sína þóknun og lagði til að nánast öllum bréfunum verið skipt út og fekk sína þóknun fyrir það. Svo við skýrum það út fyrir þá sem ekki þekkja, að þá er vandamálið við það að það var verið að fjármagna Íbúðalánasjóð með óuppgreiðanlegum lánum til langs tíma hérna megin. Síðan var lánað út til almennings á lánum sem var hægt að greiða upp með tildulega lítilli uppgreiðslu álagi. Já, og þetta er bara... Og þetta var átt að byrja á þessu. Síðan til þess að skuldabréfa útgáfan væri nógu stór að ráðleggingu þeirra sem átt að sjá það eins og Deutsche Bank og fleiri, að þá var skipt út gömlu húsbréfunum sem að voru innkallanleg. Já. Þannig að hefði mátt minnka gallan. Ég var að fletta upp hvað það var stórt sem að þeir skipt út, tókur létu nýju íbúðabréfin í staði fyrir gömlu húsbréfin. Já. Þetta eru 700 milljarðar. Já, þetta var alveg gríðarlegu pakki og það er alltaf spurning hvað Deutsche Bank fekk í þóknun fyrir það hefur ekki komið fram og menn sögðu sem svo, Deutsche Bank er nú virtur þýskur banki, en Deutsche Bank er búin að vera í eigu bandarískra vogunarsjóða í áratugi og það er ekkert þýstiðan en nafnið. Og er búin að tengja hverju hneykslismálinu og þetta öðru bara í alls konar braski og... Já, og Ólafur Ólafsson, náttúrulega framsóknarmaður hjá Samskipum reyndi líka að hengja virtan þýskan banka á sitt brask með búnaðarbankan á sínu tíma þannig að þetta er svona svolítið þekkt aðferð hjá framsóknarflokknum að leita til Þýskalands eftir einhverju viðurkenningu. Síðan stutt eftir að lögin voru samþykkt þá koma bankarnir inn í samkeppni og það er bara haustið. Þetta er samþykkt að voru til. Haustið þá gerir Kaupþing-banki, Árás býður mjög fljótlega 100% lægri vexti og það verður eiginlega bara ljóst þá að það sem að menn höfðu varað við er bara að fara að gerast. Já, það var alveg ljóst mjög fljótlega og það er athyglisvert líka að veita því athygli hvernig pólitíkin tengdist inn í bankakerfið á þessum tíma því að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var varaformaður Sjálfstæðisflokksins og maðurinn hennar var yfirmaður hjá Kaupþingi. Þannig að þarna var verið að moka náttúrulega mjög örugum lánum inn í bankakerfið.
Árni Magnússon sem var félagsmálaráðherra á þessum tíma, hann fer svo bara þegar hann búinn að vera ráðherra í svolítið stund, þá fer hann bara beint yfir til Glitnis sem að hirti náttúrulega líka upp helling af þessum lánum og svo var náttúrulega Baldur Guðlaugsson ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu, hann var hluthafi í Landsbankanum og hann fekk nú dóm fyrir það og gott ef hann satt bara ekki inni í svolítið tíma sko. Þannig að það sko pólitísku þræðirnir eru út allt í þessu máli bakvið og það ekki tækt að horfa fram hjá því að þetta gæti alveg eins hafa verið ætlanmanna en ekki einhver mistök eins og þetta hefur stundum verið teiknað upp. Menn töluðu það sérstaklega sjálfstæðismenn eftir að bankarnir komu inn á markaðinni í samkynna að þetta væri sko framfaraspor og það var segja framsólamenn að sjálfstæðismenn hafi mjög þrýst á það að Íbúðalánasjóður færi í það að verða raunverulega heildsölubanki fyrir bankana og þá gerist það hann með þessa peninga sem hann hafi lánað út, þá lánar hann bönkunum sem að lánaði aftur til almennings á lægri vöxtum sem að fer með peningin til Íbúðalánasjóð til þess að greiða upp lánin. Þannig að hann eiginlega býr til, hann fjármagnar hringekjuna sem að verður banabiti hans og það sem að stendur núna eftir sem að svona lágmarki 270 milljarðar. Já, þetta var bara svona spírall niður á við fyrir Íbúðalánasjóð og það svolítið erfitt að henda reiður á því sko nákvæmlega hvert hlutverk eins og til dæmis Guðmundar Bjarnasonar og Halldórs Magnússonar og Jóhanns var í þessu, við vorum nú mikið í samskiptum við þá og maður veit ekki almennilega sko, vissulega voru þeir vanhæfir á margan hátt og Guðmundur Bjarnason sko bankastjóri stærsta banka Íslands hafði verið starfsmaður í útibúi Samvinnubankans í Keflavík þegar hann tekur við þessu starfi og það var alveg augljóst á samtölum við þessa menn og eins við fundum líka með þeim niður í félagsmálaráðuneyti að þeir vissu ekkert hvað þeir voru að gera. Það bara vanhæfnin var bara algjör á öllum póstum. Formaður stjórnar var sjálfstæðismaður sem kemur svona byggingageranum sem átti að vakta það að byggingabransin fengi eitthvað út úr þessu. Já, og náttúrulega stjórn Íbúðalánasjóðs var alveg klassískt samsett úr fjórflokknum, bara þessir svona pólitísku varðhundar fjórflokksins á þingi og slíkar stjórnir hafa aldrei, ekki þá og ekki enn þann dag í dag, gert nokkuð skapaðan hlut til þess að skipta sér af rekstri þessara stofnana. Við sjáum þetta bara með bankar og seðlabanka og við sjáum þetta með stjórnir Ísavía og stjórnir annara stofnana. Þær eru bara svona þetta eru svona silkihúur stjórnmálaflokkar sem sitja þarna inni en hafa ekki sko hundsvit á rekstrinum og hafa engan áhuga á því að skipta sér af honum heldur sko. En hvað leikur ábyrgðin í þessu? Samkomulag gert í svona eins konar ráðherrahóp, það sem Árni Magnússon og Halldór Ásgrímsson frá Framsókn, Davíð Oddsson og Geir Haarde. Þetta fyrir áramótin sem samkomulag gert að gera þetta með þessum hætti. Síðan náttúrulega verður stóra skipti, þannig að Halldór verður forsætisráðherra og Árni Matt tekur við í held ég í fjármálaráðuneytinu. Já sko ábyrgðin á síðan fer þetta ekki þingið og þar eru þingmenn sem að samþykkja þetta. Það eru 4 þingmenn sem að sitja ennþá þingi sem að samþykkja þetta. Það er Bjarni Ben, Guðlaugur Þór, Þorgerður Katrín sem þú nefndir áðan og Birgir Ármannsson. Síðan framkvæmdin hjá Íbúðalánasjóði og það skólast eitthvað til dæmis Íbúðalánasjóður fer í skuldabréfa útboð þegar hann vantar ekki pening, þegar vandamálið vel innstreymi að peningum, þá aukaði vandinn með því að sækja ennþá meiri peninga, líklega hvatningu frá Deutsche Bank eða einhverjum. Hvar leikur ábyrgðin í þessu? Já, ábyrgðin á framkvæmdi leikur náttúrulega hjá forstjóra Íbúðalánasjóðs sem var Guðmundur Bjarnasyni og þeim mönnum sem voru honum náttúrulega innan handar, Halli Magnúsinni og Jóhanni sem var ágætis náungi, við spjöldluðum oft við hann en hann var nýkominn úr námi og var þarna með eitthvað áhættustýringarkerfi sem að hvorki hann í aðrir skildu í rauninni hausnisborð á og það kom út með alls konar skrýtnar tölur og við náttúrulega hjá Ríkisábyrgðasjóði og Lánasýslunni við bentum þeim bara á tölulega hvert þetta væri allt saman að fara og við vorum bennir að koma á fund niður á þingi þegar verið að fara í gegnum þetta og ég minnir að það verið sko félagsmálanefnd frekar en efnahags- og skattanemnd sem við fórum fyrir og ég lagði tölurnar bara eins og það komið fyrir á borði fyrir þá og sagði þeim hvað myndi gerast þegar þetta færi af stað og þetta vakti upp sko mikla úlfúð hjá Íbúðalánasjóði og
Guðmundur Bjarnason reyndi að fá mig rekinn frá Lánasýslunni fyrir að hafa sagt Alþingi frá þessu. Þetta var komið á það stig og virkilega svona ógeðslegt að upplifa þetta vegna þess að þetta voru vanhæfir menn sem var búið að líklega etja á eitthvað foraf af stjórnmálamönnum sem voru með eitthvað agenda sem að enginn hafði sko, einhverjir vissu hvað var en gerðu sér samt ekki almennilega grein fyrir því sko. En pólitíska ábyrgðin var náttúrulega hjá Halldóri Ásgrímssyni og Árna Magnússyni og Geir Haarde sem var fjármálaráðherra. Ég veit svo sem ekki hvað Davíð Oddsson hefur verið að skipta sér mikið af þessu nema bara sem þá sko formaða flokksins eða eitthvað svoleiðis. Það var kemur fram í rannsóknarskýrslunni að samkomulagið er eiginlega gert fyrir áramótin þegar hann er ennþá forsætisráðherra. Svo verður svona stóraskipti. En Geir Haarde hefði náttúrulega átt að og hafði sína fagþekkingu á þessu málum og það var náttúrulega nákvæmlega útlista fyrir þeim í fjármálaráðuneytinu hvað var í gangi. Og hann var að sömuleyti sko hvatamaður þess að það var verið að leita leiða til þess að fjármagna íslenska húsnæðiskerfið erlendis með stórum skuldabréfa útgáfum. En þá var ekki komið þannig að það var verið að ræða þessi óuppsegjanlegu bréf. Það virðist hafa orðið í svona aðdraganda þess að lögin voru lögð fram. Já, þetta sko spilaði náttúrulega líka sko rullu í þessu var að mönnum vantaði það sem að kallaði vaxtaferill á verðtryggð skuldabréf og að því að ríkissjóður var með tiltölulega litla útgáfa verðtryggðum skuldabréfum miðað við íbúðalánasjóð. En það var erfitt að byggja eitthvað vaxtaferil á bréfum sem voru innkallanleg sögðu menn, þó að það var samt búið að vera að selja þau töluvert erlendis og það er athyglisvert að Heiðar Guðjónsson, innsti koppurinn í Sjálfstæðisflokknum, hafi verið að selja eitthvað af þessum bréfum sko í vogunarsjóðum út í New York sem að hann þekkti. Hann seldi húsbréfin sko sem voru innkallanleg. Já, sem voru innkallanleg. Það var hægt að selja þau. Þannig að þau voru með svo háa vexti. Já. En svo náttúrulega bara sérstaklega fjármálaráðuneyti sem að hleypir þessu öllu í gegn því að ábyrðin er að hluta til þar og þar er náttúrulega Geir Haarde toppurinn og svo Baldur Guðlaugsson ráðuneytistjóri sem að náttúrulega átti hlutabréf í Landsbankanum sem að fekk svo fullt af þessum húsnæðislánum til sín og svo var náttúrulega skrifstofustjóri fjárræða og eigna sem að var þá Þórhallur Arason sem að var tengiliður milli ráðuneytisins og Lánasýslunnar sem öll okkar samskipti fór í gegnum og það var oft mjög erfitt að komast fram hjá honum sko, en við náðum þó eyrum Baldurs og Geirs Haarde en það skipti engu máli þeim var alveg sama, þetta var hluti af einhverju annari stóri áætlun sko. Og við sittum upp með reikningin í dag spilta pólitík íslenska sem sendir svo reikningin á skattgreiðendum. Nú kom þetta mál svolítið kemur inn núna bara með blaðamannafundi Bjarna þar sem hann boðar það að hóta það að setja lög þannig að skuldin falli á eigendur bréfanna að einhverju leyti tölurnar sem hann leggur fram 200 milljarðar 47 milljarðar verið notaðir til þess að henda þarna inn ofan á þá það er líklega 70 milljarðar núvirði sem er búið að gera og síðan gangi ríki frá þessu að þú segist að það var unnið í ríkisábyrgðasjóði og nú er deilt það er raunveruleg ríkisábyrgðasjóð á maður að treysta því að ríkið borgi bréfið Já, sko það eða getur Bjarni labbaði frá því og látið þetta falla á lífeyrissjóðuna? Já, þetta fellur ekki á lífeyrissjóðuna öðruvísi en þannig að það fer svolítið eftir í hvernig þessi ákvaða gengi þessi bréf eru gerð upp og það snýst málið að ef þau eru, sko lífeyrissjóðunni vilja að þau verði gerð upp á markaðsvirði þannig að þeir fái þá allt sitt en samkvæmt lögum og reglugerðum að þá á einfaldlega slíta íbúðalánasjóði greiða upp þær skuldir sem að eignir eru til fyrir og ríkið ber ábyrgð á restinni en frá og með slita degi það er sem sagt uppgjörsdagur bréfanna og það er þá alltaf spurningum hvaða gengi verður notað í það uppgjör og það snýst deilan að hvort að það verði þá þessir 140-50 milljarðar sem að út af standi sem að lendi á lífeyrissjóðunum vegna þess uppgjörs eða hvort að þeir ná samkomulagi við ríkissjóð einhverja aðra tölu. En það er ekki verið að tala um það að lífeyrissjóðunum sé að fara fram á að fá sko ávinningin af bréfunum næstu 15 árin. Nei, ég held að þeir þori nú ekki að ganga svo langt sko. En við þurfum líka að hafa það í huga að það voru lífeyrissjóðunir sem að grætu á þessu fyrirkomulagi líka vegna þess að bréfin sem var skipt út og komið í staðinn þau voru verðmeiri og þau voru auðseljanlegri þannig að lífeyrissjóðunir sjálfur eru þegar búnir að græða á þessum skiptum meira en þeir hefðu annars gert með gömlu húsbréfin. Sem að voru lakari
fjárfesting fyrir fjárfestar. Já, að einhverju leyti, sko. En það ekki þannig að þegar þetta var boðið út að þá voru það voru erlendir aðeins sem keyptu eitthvað, þannig að öllu líkjöndum eitthvað af þeim bréfum sem að liggja hjá lífeyrissjóðunum hafa komið til lífeyrissjóðuna svona á leiðinni. Já, svo veit maður ekki náttúrulega hvað þetta hefur skipt oft um hendur í mildtíðinni, sko. En lífeyrissjóðunir voru náttúrulega bara látnir fjármagna íbúðalána kerfið á þeim forsendum að ríki myndi alltaf bakka þá upp að fullu. En það var lagt í þetta með þeirri vonum að erlendir fjárfestar kæmu inn og myndu fjármagna. Já, það var svo aftur á móti sko, tengt þessum hugmyndum að gera Íslanda einhverju alþjóðlegri fjármálamiðstöð og þessum draumórum sko, nýfrjálsíkjunar á þeim tíma sem að náttúrulega kaupþinking og allur sá farsi sem að sko, menn voru búin að kokka upp í Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokkurinn spilaði með og leiddi svo til hrunsins. En það kerfi sko allt saman náttúrulega bara rætur sínar að rekja til þess þegar að Íslendingar taka upp fjármála löggjöf Evrópusambandsins á sínu tíma upp úr aldamótunum. Þá taka hana bara hráa eins og hún kemur af kettinum og prjóna ekki inn í hana neina varúðarreglur eins og öll önnur lönd í Evrópusambandinu gerðu. Þeir bara tóku þetta svona og fjármálakerfi sagði, þetta fínt, við skulum ekki breyta neinu og ríkisstjórn þess tíma bara samþykti það og gleypti það. Og það þar sem að vandinn upprunalega liggur, svo náttúrulega búið til eitthvað fyrirbæri sem að heitir fjármálaeftirlit og ég var nú í Seðlabankanum þegar að það dæmi var allt saman og það náttúrulega fór af stað bara aftur og bak frá fyrsta degi vegna þess að bankastjóri, það var einn úr bankastjór Seðlabankans, Eiríkur Guðnason sem var beðinn að taka sæti í fyrstu stjórn fjármálaeftirlitsins, átti að vera 3 manna stjórn. Og hann sagði okkur þetta yfir hádegisverði í Seðlabankanum en hann sagði sko en skilyrðið að sonur félagsmálaráðherra verði ráðinn forstjóri og hann sagðist alltaf að hugsa málið og svo hætti hann við það og Birgir Ísleifur var sá sem að tóka sér það skítverk fyrir Seðlabankan. Þórður Friðjóns? Nei, Birgir Ísleifur. Nei, ég segi með að það var forstjórinn. Já, sko, það var Páll Gunnar Pálsson sem var svo fyrsti forstjóri fjármálaeftirlitsins. Hann náði svo að koma sér út tímalega áður en að hruni varð og Jónas Þórir Jónsson var ekki, sonur Jóns Magnússonar. Hann var svo forstjóri fjármálaeftirlitsins. En fjármálaeftirlitinu var aldrei ætlað annað hlutverk heldur en að vera bara stimpilpúði fyrir Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn í fjármálakerfinu og þannig að hluti af þessum vanda liggur þar líka að ég meina þetta var bara svona, ég meina Páll Gunnar Pálsson hafði enga þekkingu eða reynslu af því að vera forstjóri fjármálaeftirlits og Seðlabanki sjálfur setti á stofn fjármálastöðugleika svið sem að var nú mjög merkilegt fyrirbæri, ég var í Seðlabankunum þá líka og þeir sem voru ráðnir þar inn áttu að vera hálfgerðir ofumenni og þeir voru á svo háum launum að það þurfti að hækka laun bankastjórana talsvert til þess að fara upp fyrir þá og menn svona spiluðu þetta með Seðlabankan eins og þeir hafa alltaf gert, ég meina það voru 3 Seðlabankastjórar þegar ég var þarna, Birgir Ísleifur, Eiríkur Guðnason og Steingrímur Hermannsson og Steingrímur Hermannsson sást aldrei, hann bara mætti aldrei og svo hætti hann eftir einhver tíma. Eiríkur var fagmaður fram í fingurgóma sem Seðlabankastjóri og mjög ánægilegt að skipta við hann en Birgir Ísleifur sást heldur aldrei, hann var náttúrulega hann fyrst og fremst bara hann var lögfræðingur og ekki með neina sérþekkingu á Seðlabankastarfsemi. Þannig að menn notuðu svona þessar stofnanir út og suður eins og þeim bara sýndist til þess að ná og Íbúðalánasjóðs. Já, og Íbúðalánasjóðs til að ná fram einhverjum hagsmunum þá í fjármálageiranum og þess áttar og það var bara dapurlegt að fylgjast með þessu hvernig stjórnsýslan sko er notuð í þessum tilgangi þá og ennþá að manni virðist. Sko. Ég held að Halldór Ásgrímsson hafi kynnt Guðmund Bjarnason sem forstjóri Íbúðalánasjóðs sem ráðherra og útlið. Já, einmitt. Já. Heldur að eitthvað byrja ábyrgð á þessu máli? Nú var þetta kynnt náttúrulega öll meginatriði þessa mál svo kynnt í rannsóknarskýrslu Alþingis 2013 Íbúðalánasjóð. Guðmundur Bjarnason hélt blaðamannafund og sagði þetta verið rangt. Hallur Magnússon er búin að vera að andmæla þessu allstaðar sem hann kemur því að og setja sér bara rangt á einhvern hátt. Þetta er einhverjum öðrum að kenna. Heldur að því að þetta er svona byrt raunverulega í rannsóknarskýrslu en það er ekkert gert við það og þeir sem að
eru raunverulega dregnir upp í skýrslunni sem þeir sem að ættu að bera ábyrgð. Það er bara andmæla því. Já, já. Alþingi hefði náttúrulega bara eins og gert var með skýrslu rannsóknarnefndar Alþingi sem hrunið átt að taka þann bolta og fara af stað með að skoða hvort að ætti að draga einhverja af þessum mönnum fyrir landsdóm og Geir Haarde þá í annað sinn. En Alþingi kaus að gera ekkert með þetta en viðbröðin voru alveg þau sömu og þegar skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis kom út, það bara engin ábyrgð á neinu og menn komast upp með þetta að því þeir eru aldrei látnir sæta ábyrgð og það er bara miður. Og Alþingi kemur engar illa út úr þessu, með þess að þetta mál fyrir gennum vorið 2004 fyrir gennum Alþingi eiginlega án umræðu. Og ég meina eins og ég sagði áðan að þá fórum við fyrir þingnefnd með þetta mál og kynntum það rækilega hvað myndi gerast. Þannig að Alþingi vissi alveg nákvæmlega hvað var framundan og hvað þetta myndi kosta og hvað þetta myndi þýða en kaus að gera ekkert í málinu og þannig að Alþingi er að sjálfsögðu eins og í áratugi bara vanhæf stofnun til þess að taka á pólitískum deilumálum og láta ykkur axla pólitíska ábyrgð. Það er því miður er það þannig. Sjáum til hvað verður úr þessu máli í umræðinni næstu daga og vikur. Þetta verður örugglega stórt mál fram að áramótum og fram með þann tíma. Já, við þurfum að rifja þetta upp vegna þess að þetta eru gríðarlegi fjármunir sem að spilltir stjórnmálamenn sem bera sök á málinu að velta reikningum yfir á almenna skattgreiðendur og svo koma þess fram í sjónvarpi sjálfur síðar og segja sko sjáu þið hvað ég er ábyrgur í hinu og þessu. En þeir bera sök, stjórnmálaflokkarnir sem þeir standa fram fyrir. Bjarni Benediktsson sjálfur greiddi atkvæði með þessum. Já, ég meina hann ber sjálfur persónlega ábyrgð á þessu í gegnum þann gjörning. Það er ekkert vafamál sko. Við sjáum til, herðu, látum þetta gott heita Íbúðalánasjóð, en við erum ekki hægt hérna við rauðaborðið, þótt að klukkan svo margt. Við ætlum núna að tala annað af stóru málum svona þessara vikna, sem er umræða flóttamenn á Íslandi.